Það voru algjör auðlega mistök hérna og þá var hann var að trufla mig og var að valda þessu að ég var ekki alveg að kveikja hvað var í gangi var að fá þetta skilaboð sem expected 0 received 1 en þá hann kvart yfir því að það vantar new line hérna. Það er new line sem white space karakter sem ósýnilegur sem verður það verkum að það erfitt að sjá hvað hérna og einhverju vegna hann túlkar hérna sem 1 ef við setjum bara new line karakterinn hérna þá fer þetta að keyra og það var nákvæmlega sama hér. Þetta var svona nema þarna sést það hérna hún að highlighta þetta new line sem vantar. En ef við bara setjum þetta svona þá kemur þetta og þarna sem gerir það svolítið erfitt að vera að vinna með svona test á strengi sem að spanna margar línur að það verður erfitt að gera svona sem passar akkurat við það. Og þess vegna í verkefni sem verkefni 1 að þar erum við að vinna með tölur og tölugildi sem við munum auðveldara að senda inn og lesa og sjá hvað að gerast vitlaust. Þannig að við getum núna tekið þetta hérna og sagt ok, þú þurft líka að vera með new line hérna, kæra test. Þá erum við að sjá núna, ok, þetta test að feila núna út af því að við vorum búin að skrifa það á einn máta þar sem við vorum að gera ráð fyrir því að það kæmi inn HTML-strengur en í millitíðinni vorum við búin að breyta shape-inu á gögnunum okkar úr því að vera strengur yfir að vera object sem innihélt þennan content lykil sem að innihélt síðan HTML okkar. Þannig að við þurfum að segja ekki svona, heldur svona. Ok, núna keyra testin okkar. Þannig að núna getum við farið aðeins að skoða hvað gerist ef við fáum eitthvað skrítið inn. Eða við getum sagt við viljum testa að við styðjum þetta front matter. Þannig að þá getum við gert svona, tökum bara þennan hérna gaur sem dæmi. Þá þurfum við að passa okkur hérna á blessuðum new line-unum svona þannig að þetta ætti ennþá að virka þetta hérna gerir ekki neitt, þetta bætir bara við gögnum sem eru strípuð í burtu en ef að við sendum þetta inn þá getum við sagt núna ok, við viljum tryggja það að contenti sé þetta en ok, hvað ef við fáum bara eitthvað sem bara front material. Ok, þá fáum við bara bókstaflega bara tómastrenginn tilbaka. Þá getum við bara að sorta það. Ok, ef að ég fæ inn þetta hérna, að þá á ég ekki að fá neitt content. Og við getum jafnvel strípað þetta niður í að vera test að segja bara svona. Ef ég fæ þetta, ok, þetta svona, þetta á að vera svona. En ég vil líka segja núna að metadata title sé title. Ok, það góðu. Og nú getum við haldið áfram og nú getum við fara að fá hjálp frá þessu coverage hérna. Við getum séð hérna, ok, parser núna með 100% coverage en ef við kíkjum þá aftur á make HTML þá í raun uncovered line í testunum okkar. Það sem við getum dottið í þegar við erum að skrifa test að vera að skrifa test bara fyrir sömu 3 línurnar á lógík aftur og aftur og aftur, bara mismunandi variationir á því. Þannig með því að nota coverage með þá getum við verið að horfa á hvað ekki testað. Þá sjáum við líka hérna function coverage okkar ekki nema 50% og það út af því að við erum ekki að prófa hitt fallið og það það sem vantar. Þannig að við förum og skoðum þetta og þá sjáum við hérna lína 19 í raun þetta hérna statement sem ekki coverað. Þannig að þá getum við bætt við testi og það og þá getum við fengið þetta template og þá getum við raun bara sendt hérna þá þurfum við ekki þetta input þegar við erum ekki að prófa það, heldur við að prófa þetta og við ætlum raun bara að senda inn tómastrenginn og við ætlum að sorta að það skili
þessu og aftur lendum við núna þurfum að vera að mattsa nákvæmlega hvernig þetta lítur út. Block template is not defined, okkur vantar að importa því svona. Title is not defined og þá fáum við nákvæmlega hérna aftur þetta sem við vorum að spá í áðan að núna erum við með undefined og þá getum við jafnvel fjarlægt þetta hérna og þá fáum við í raun og tveimur stöðum að við erum með undefined og þá er þetta í raun hegðunin í JavaScript eins og hún er. Ef við skilgreinum ekki eitthvað, ef við skilgreinum ekki breytu, ef við skilgreinum ekki argument, þá er sjálfgefna gildiðin er undefined. Það þýðir þá að þegar við erum að kalla hérna í þetta block template með engu, að þá er í raun title kemur inn sem annarkvort gildið sem við gefum því eða sem undefined. Og það kemur inn undefined hérna þegar ég kalla í þetta eins og ég geri í testinu hérna, nú er ég alveg út allt hérna. Við erum að kalla í testið okkar hérna svona og það þýðir þá að bæði title og block verða undefined. Þá er þetta hérna í raun undefined. Þegar að undefined er string concatenatað eins og það er gert hérna, við erum með þetta backtick strengin hérna sem að tekur inn þessa breytu og hún er sett inn í þetta, að þá verður þá athugað er gildi? Nei, en toString á þessari breytu er undefined, þannig að þá fáum við hérna title undefined. Þannig að við erum með bug hérna. Þannig að við getum sagt hérna, ok, title og við getum þá gert hérna spurningamerki, tómustrengurinn, sama hérna, spurningamerki, tómustrengurinn og núna erum við aftur hérna að sjá, ok, nú er þetta blessa, þannig að þetta voru svona og við erum með vitlaust líka hérna, svona og hvað meira? Bil. Já, ég var að breyta í vitlausum stað. Nei, ég var ekki að breyta í vitlausum stað. Þetta var að svona. Sko, nú erum við komið hérna. Ok, það sem er að gerast hérna er að þetta er null coalescing operatorinn það sem að hann gerist og hann er viðbót sem kom núna nýlega það sem að hann gerir er að hann skilar því sem að er hægra megin þegar að vinstri parturinn er null eða undefined annars þá skilar hann því sem að er vinstra megin og þessi operator, hann svipar mikið til þess að hérna logical OR operatorsins sem við getum líka notað nema þetta hérna virka líka nema ef við fengjum inn tómastrengin hérna þá væri við í raun að þá væri þetta að executa líka sem er ekkert endilega það sem við viljum af því að hugsanlega viljum við leyfa það að senda tómastrengin og við varum með eitthvað svona engin titill en núna munir hún aldrei engin titill skila sér hann mun alltaf skila sér ef við skilum þetta inn. Það er ekki nema við setjum inn eitthvað sem er actually ekki falsi sem þetta gerist. Ég meina svona tökum við til já, vista þetta svona svona að núna fáum við í raun þetta hérna, við leyfum tómastrengin en við leyfum ekki null og undefined og þarna er komin svona núansar í það hvernig þetta típukerfi í JavaScript haga sér en ok, þannig að við viljum í raun að þetta skili svona ok, nú erum við að testin okkur að keyra og síðan var hitt sem var í raun að skrifa inn möppun okkar þá ætlum við að hafa þetta svona og þá getum við keyrt hérna locally þetta sem við klikkaði á Netlify með því að eyða þessari og keyra síðan Jan build
og það sem ég bætti við hérna var í raun bara ef að directoryinn er ekki til þá búið hann til með make-dir og það sem við gerum í raun að aðtúa hérna er þetta directory og þetta tæknilega sé ekki réttur kóði af því að ef þetta er skrá þá hérna getum við ekki gert make-dir á hana af því að eða jú, við getum það reyndar þannig að svo lengi sem þetta er ekki skrá þá hérna búið hana til og svo fyllum við inn í hérna og keyrum þetta þannig að núna ef að við segjum þetta og gerum git add, git commit laga build og git push þá ætti þetta að fara að haga sér rétt og þá getum við farið hérna og skoðað hvað er í gangi hérna núna og hingurum eftir þessu skaman það er nú þá er það kannski ekki það sem við viljum vera að eyða miklum tíma í en ok site is live þá ættum við núna að geta farið og skoða hérna þá færum við aðeins niður hérna og þá vantar okkur í raun okkur vantar index.html og þá ætlum við að taka bara hérna flux capacitator .html er það til hérna það er til hérna þannig hérna fáum við í raun þetta þannig það sem við þurfum þá að gera núna er í raun að búa til index.html við getum gert það hérna eða við getum í raun búið til aðra keislu sem að tekur þá í raun þetta allt sem við erum búin að gera hér og býr til index.html sem við bara listar upp þessum færslum okkar sem við erum búin að vera að skrifa þannig að þá erum við komið með þessa virkni hérna sem að lesa upp á disknum okkar passar markstæðunum yfir í HTML les metadata úr frontmatterinu býr til HTML með einhverju svona mjög basic template vél hérna og skrifar það síðan út þá viljum við eftir að við erum búin að gera þetta hérna þá viljum við getum við verið með hérna blogs fylki og eftir að við erum búin að skrifa úr þessu hérna þá viljum við fá þetta metadata en ekki efnið sjálft því að eina sem við viljum gera er að fá hverjar eru færslurnar sem við erum búin að vera að vinna með þá viljum við segja blogs, push parst metadata ekki svona, heldur svona þá fyllist þetta hérna fylki af þessum metadata okkar sem að innihaldi þá sluggið, dagsetninguna og titilinn þá eftir að þetta er búið að keyra og þetta keyrir hérna í þessu await hérna og þá viljum við taka allt þetta hér og viljum búa til þá eitthvað index þá getum við búið til fall hérna sem heitir export function make index og það er þá blogs og þá þurfum við að vita hérna ok, þetta kemur inn sem fylki og þetta ætlar að skila okkur þá index HTML skjálfum okkar og þá getum við sagt hérna const index er make index blogs og svo ætlum við að skrifa þá blog template þegar við viljum nota bara nákvæmlega sama template og þetta þá segjum við hérna await write file filename er þá bara index.html og það er index og það skrifast út sem index.html og þá þurfum við að útfæra þetta hér og þá ætlum við að segja bara eitthvað ok, ekki bara fínt að segja að það sé listi af færslunum og þá þurfum við að hugsa ok við þurfum að ídra eitthvað þannig að segjum hérna entries svona og við segjum bara for const entry in
blocks, gefum þetta frekar svona, kallum þetta list, segjum let list er tómistrengurinn hérna, þannig við ætlum í raun að ídra í gegnum allar þessar færslur sem eru þá þetta fylki af þessu metadata okkar og bæta við list, li sem er með slóð á þetta, þannig að þá fyrir við um þetta og segjum bara link er þá eitthvað hérna, það er þá li, a, href eitthvað, a, href lokast, li, þetta er bara listætumið inn í UL listanum og þetta er þá, href er þá yfir á þetta hérna, það er þá hér, .html, þannig að núna erum við að gera assumption sem er það að þetta hérna, sem var gert hérna, það eigi við hér líka. Það er að segja að við getum gert svona og slug er þá slug, date og title kom allt úr entry og við erum aftur hérna að setja assumption okkar er það að objectin okkar sé alltaf á þessu formi sem að kemur hérna og að þetta verði alltaf .html. Þannig að hérna er möguleiki á villu ef við myndum breyta þessu en ekki breyta þessu hér. Leið til þess að gera það væri raun að færa þetta yfir í þennan hérna metadata hlut. Þannig að við værum hugsalega með eitthvað enn annað hérna sem heiti filename sem að væri þá að við þyrftum ekki að hugsa það, heldur þyrftum við bara að pikka það út og við verum bara skilin eftir með það að vita að þessi hérna hluti væri alltaf eins. Ok, þannig að núna erum við með þetta slug.html, við þurfum að gera eitthvað hérna, við þurfum að gera title, nú getum við vist að þetta, þá ætlum við að sjá hvað gerist ef við lokum bara þessu blessaðskjali hérna sem við erum ekkert að fara að nota meira. Keyrum Jan build hér, fáum index.html hérna, þegar við glemdum einu sem var að gera þetta, þannig að við þurfum að gera hérna join output dir svona og fjarlægjum þetta, keyrum þetta. Þá fáum við hérna núna index.html og ef við skoðum þetta þá hérna og opnum, það er ekki neitt. Eitthvað klikkaði hjá okkur hérna og það er í raun hérna, link var bara til en við gerðum ekkert. Þá sjáum við núna, nú erum við ekki með, ég er bara með hérna extension sem er að kvarta yfir því að ég er með tvöfald title hérna en ég er ekki búinn að setja upp ESLint. Sem þýðir að við erum ekki að fá það að við séum ekki að nota þessi hérna breytu og það má ekki þetta hérna. Má vera tvöfald dollars þetta hérna. Það að tala má vera þetta hérna og svo aftur þetta hérna. Það sem við erum að gera hérna er í raun að við erum að nota þennan template string í byrjun og fyrri þessi fyrri hverju sjá, skrifaði bara ef þú vísar í línúmer þá get ég svarað en það sem er dollarinn í dollar já, þú meinar það teknilega má reyndar alltaf ekki að gera það en þetta er bara copy-paste villa af því að við erum bara að horfa á þetta hérna eins og svíi inn í sviga það má, þá erum við bara interpolata streng inn í streng það sem að villan var í raun að link er ekki gert neitt við það þannig að við setjum það aldrei inn í list þannig að við gerum aldrei list plus jafnt og link bildum þetta og gerum hérna ok, nú er undefined en ef við gerum hérna þá sjáum við undefined.html undefined ok, það er eitthvað for const enst nú klikka ég hérna í staðan fyrir að gera þetta þannig að entry núna er að telja inn í
þessi breyti verður alltaf 0, 1, 2, 3, 4 eftir hvað ég er með, af því ég gerir vitlaust, ég ger ekki entry off. Svona, nú er þetta komið hérna, Batman HTML, og nú er þetta í raun komið eins og við gerum ráð fyrir því, hérna, ok, og þá glemdum við einu viðbót hérna, sem við vorum með make index hérna, en okkur vantar þá þetta blog template utan það, og ef við bildum þetta, þá klikkaði allt. Á hverju gerist það? Build. Já, sama vitleysa og ég gerði áðan, sem í raun að gleyma að það á að vera til hérna. Bloggið mitt. Svona. 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 Þá sjáum við hérna, þá kemur hérna title uppi. Ef við skoðum hérna, title blog. Og ég get farið hérna. Ok, nú erum við þetta hérna. Nú er reyndar út af því að það er ekki section utan þetta, þá er þetta ekki miðjað. En núna getur sett farið hægt og rólega að bæta við efni. Hvað vill ég í raun skrifa meira í kringum þetta til þess að fá þetta, til þess að haga sér eins og ég myndi vilja. Og þetta er í raun svona skrifað frá grunni, eitthvað sem er í raun fullt af tólum sem leysa, og til dæmis eins og 11t er Simple Static Site Generator, og hann er í raun að gera nákvæmlega sama og við vorum að gera. Þannig að hérna sjáum við hérna, við sækjum þetta, vinnum með Markdown, setjum það í readme.md, gerum þetta og þá fær þetta eins og skrifa sem þetta. En þetta sem við erum að gera hérna í þessu svona verður rosalega svona unwieldy eftir stuttastund. Eins og til dæmis núna, ok, hvað ef ég vil núna fá þetta hérna og ég vil fá tilbaka hérna, ok? Förum hérna í þetta template okkar og segjum, ok, ég vil vera með p hérna, a, ref, bara, þá fara bara hérna, tilbaka. Vistum þetta, ja, gerum þetta, fáum hérna tilbaka. Nú er það fyrir utan, ok, fæn. En nú fyrir tilbaka, ok, þetta er náttúrulega ekki alveg sem ég ætla að gera. En nú er ég líka með tilbaka hér. Þannig ég þarf einhvern veginn að segja, ok, ég vil bara gera tilbaka ef að það kemur hérna show back svona const back er show back, ef svo er svona, þá á það að vera svona, annars á það að vera ekkert, og þá vil ég í raun segja hérna blog template true. Ok, þá fá ég svona, þá fá ég hérna tilbaka. En þetta er orðið svona, nú er komið einhver svona lógík hérna og einhvern svona streng og við erum farin að plástra þessu einhvern veginn saman og þetta verður erfitt. Þannig að hérna það sem að Elementy notar eru liquid template. Við getum farið inn í docs og templates, layouts, og hérna er í raun einhver búinn að gera í raun það sem að, já, nunchucks template hérna, og þá sjáum við hérna er eitthvað svona og hérna sjáum við það er aftur verið að nota þetta front matter. Það er verið að nota síðan nunchucks template málið til þess að setja inn nákvæmlega þetta sem við erum að gera, og það er þetta sem að template málin leysa, er það að gera þetta hérna aðeins þægilegra að vinna með. Þetta virkar alveg og þetta virkar alveg töluvert betur en þegar við vorum ekki með þessa strengi hérna, við vorum að klessa saman fullt af einhverjum hérna með plúsum eða eitthvað svona á milli. En þetta leyfir okkur þetta er verður að þessu,
og við ætlum að skoða eins og það sem við skoðum hérna í Express að nota EJS templates eða hugsanlega við notum Nunjucks eða Liquid Layout eða hvað sem það notað þarna sem eitthvað. Það þetta að vera að leysa þetta. Taka gögn, taka eitthvað HTML, setja þetta saman í HTML sem ég ætla að prenta út og birta síðan einhverju. En ef við aðeins berum þetta saman og við opnum hérna sem sagt þetta og fáum aðeins, þetta nú aðeins búið að taka lengri tíma, lærum að því og við verðum aðeins svona búin að skópa þetta betur út til við byrjum á þessu næst. En ef við skoðum aðeins hvernig þessi útfærsla hérna, sem við erum að gera nákvæmlega sama og við vorum að gera, við erum að gera það í gegnum Express. Þannig að nú ætlum við að segja þetta ekki, maður sjá. Já, það ekkert startscript, þannig að það bara node app.js og þá sjáum við hérna að þetta Express þjóð. Hann í raun, við erum bara að nota common.js hérna, þetta bara það sem við gerum fyrir 4 árum síðan. Ég gerði, en við erum hérna að starta þessum server og það þýðir að það forrit sem keyrir núna tölvunni minni og búið að tengjast við port 3000 á vélinni minni og tengir í raun stýrikerfi, búið að láta stýrikerfi vita, hérna, ef einhver kemur og spyr á port 3000 þá ég þetta forrit sem keyra nú út og hérna ég svara. Þannig að þá stýrikerfi búið að tengja þetta og við getum opnað hér og hér kemur einhver villa og það spurning af hverju það Já, ég afritaði ekki sílausnina, ég afritaði það sem var lagt fyrir. Meðan svo í drífi taka hérna, kopía þetta, git clone, förum inn í þetta, keyrum npm install, bíðum og keyrum síðan node app.js, opnum það, svo við séum örugglega að horfa á réttan hlut, opnum terminal hérna, sjáum hérna komið start skrifta, þannig að við getum keyrt hérna npm start. Nú þetta að gera. Opnast þetta í öðrum glugga hérna því ég seti fókus óvart á milli það. Þannig að þá erum við komið með þetta hérna og þetta í rauninni að gera þetta hérna sama og við vorum að gera. Ég fer hérna, ég fæ tilbaka og við sjáum hérna erum við ef við lesum þetta bara aðeins línu fyrir línu, en það líka yfirfærð á sýnilausninni til staðar hérna, þar sem ég fer yfir þetta í raun, bara, held að þetta vídeó sé til staðar mér sem þá. Já, þetta er til staðar, þannig að þið getið skoða það, þá fer ég bara að tala í gegnum bara línu fyrir línu. Það sem að gerast hérna öðruvísi það að við erum í raun að segja Express að nota EJS, þetta template mál, við segja viewin okkar, ég hef með þessari hérna directory sem hér og þá getum við séð hérna í raun þessar síður okkar og við erum með header hérna, það sem við erum búin að skipta þessu upp, hérna erum við með header, við erum bara að gera aðeins meira hérna, þetta er nákvæmlega saman við erum að gera áðan, nema við erum með title hérna, við erum að nota þennan annan syntax fyrir þetta og yfirleitt síðan þá hérna og hérna við staðinn fyrir það að vera að skrifa þetta svona eins og ég var eitthvað að reyna að bára við að þá erum við með þennan syntax sem að EJS býður upp á eða hvað template mál sem við erum með býður upp á að athuga hluti. Hérna erum við að for each segja article og við erum að skrifa út þetta og við erum að skrifa út þetta HTML sem að verður þá birtingin og hérna erum við með þetta tilbaka og þá það í raun bara template fyrir eina staka færslu. Þannig að en kosturinn eða munurinn þarna að
til þess að keyra þetta getum við ekki keyrt til með Netlify. Þetta getum við ekki sendt þangað því að Netlify, það vill bara taka statísk gögn sem búið að búa til og matreiða einhvern veginn og gera þau aðgengileg á netinu. Hérna erum við með server sem þarf að keyra, þannig að það þarf að vera node process á einhverju tölvu, einhvers staðar í skýinu, þannig úti, sem að tekur við fyrirspurnunum, bænda sig við eitthvað port, tekur þetta inn og segir, þú vilt þetta hér. Og þá komum við inn í þetta routing hérna, sem er einhvers staðar hérna. Þegar það er beðið í raun bara rótin á vefnum okkar, þá ætlum við að birta listan af artikulunum okkar. En þegar það er beðið eitthvað sem er hérna með dýnamískri slögg, þá er beðið artikul. Og þá er artikul hér og þá erum við að keyra kóðan. Þá, fyrir hverja einustu fyrirspurn sem kemur inn, þá erum við að taka, lesa skjal eða disk, sjá, þetta er hérna eitthvað flott matter, þetta er eitthvað markdown hérna, já, ég ætla að taka þetta út úr hérna, ég ætla að setja þetta saman svona, ég ætla að senda þetta í template-málið, ég ætla að taka þetta saman, ég ætla að búa til strenginn og ég ætla að senda þetta út í þessu res render hérna með article-templateinu, titlinum og artiklunum sem var fundin. Þannig við erum að gera það í hvert einasta skipti sem það beðið að opna þetta. Því ef við byrjum saman, það er kostnaður í því að lesa eitthvað á disk, það er kostnaður í því að parsa eitthvað, það er kostnaður í því að taka sér eitthvað template og setja þetta saman aftur. Og Netlify er í raun að gera þetta bara, hvað ef við gerum það bara einu sinni? Hvað ef við struktúrum verkefninu okkar þannig? Þetta þarf bara að gerast einu sinni. Og það er þessi static leið. Og það er svona búið að vera afturhvarf til þessa. Frá því núna að pendullin er búin að vera, þó svo það sé kannski ekki alveg sanngjarnasta samlíkingin, að pendullin hafi verið mjög mikið í þessu gerum allt dýnamískt frá því hérna í gamla daga þegar allt var bara, ég skrifaði bara HTML, ég bara FTP með einhvern server og skrifaði bara eitthvað HTML þar, sveiflaðist yfir í að gerum allt á servernum, ef við núna sveiflaðist hann aftur yfir í, heyrðu, gerum þetta eins og við gerum þetta á servernum, þú veist, hérna, dýnamískt, nema hvað ef við gerum það bara einu sinni og skrifum það út statískt og serverinn í þannig. Og þá eru aðrir kostir sem koma inn eins og ég get sett á svona CDN og ég get gert það aðgengilegt út allan heim og CDN-in sér það að pikka upp bara hver er nálægt okkur. Já, þú ert hérna í Evrópu, þú ert hérna næsti er í Írlandi, já, þú ert í Bandaríkjunum, næsti serverinn er hérna í San Francisco, þú fer bara þangað. Og vefirnir okkar verða alveg svakalega hraðir út af því að það er stutt að fara og allt efnið er bara static. Þannig að eina sem er bara hversu lengi er vafrinn að sækja HTML-ið, CSS og JavaScript-ið, passa það og birta það svona. Þannig að þetta tók aðeins lengri tíma en ég ætlaði, þannig að ég vona að þetta hafi nú verið eitthvað fróðlegt, en draugumlegt með þessu er hafa dæmi, sem eru, held að þetta sé fínt dæmi, þetta gefur alltaf svona góða hugmynd hvað þetta er, vera búin að undirbúa aðeins betur, þannig að ég geti í raun bara peistað inn blokkir af kóða á honum förum og betri tímastjórnun á minni hálfu. Ég tekst sama hvað ég gerir, mér tekst alltaf einhvern veginn að fylla upp í fullan tíma. En ætla að segja bara takk í dag og sjáumst í næstu viku.